Já, ég hef stundum nefnt að það sem hann fer fólk ofta að tala við mig samstöðuna og benda á eitthvað. Já, náttúrulega mjög oft bara fólk að þakka fyrir og svona, en svo fólk að nefnir eitthvað sem að vill að veri tekið hérna til umfjöllunar eða benda mér á viðmælendur og ég reyni ofta að verða fyrir því, nefni það stundum hérna til þess í helgispjallinu að það sé óskalög sem eru tekið fyrir, einhver sem að hnifti í mig og spurði af hverju ég vildi ekki tala við þessa eða þennan. En oft ég labba heima þá hitti ég herra Einar Sigurð Jónsson sem að situr hér. Já. Og þú stingur því oft að mér að ég ætti að taka viðtal við þig. Já. Og þú ert hingað kominn. Já. Og hvað viltu tala um? Mannréttindi. Mannréttindi? Já. Já, og hvað? Sko ég vil tala um mannréttindi geðsjúkra. Já. Sko nú ég búin að vera innan geðkerfisins í 32 ár. Og ég búin að taka Hippókrateseið og það siðferðisleg skylda læknisins að lækna sjúklingin. Já, hann getur það. Já, það liðin 32 ár og við erum búin að ná þessu á 32 árum. Búið að lækna þig? Já. Ok. Og en það eitt sem ég teka eftir þegar ég fyrir ná geðdeild, ég gera það sjálfviljugur. Ég er ekki sjálfræðissviptur eins og ég hef verið. Þegar ég var inn á Kleppsspítala 1992, þá var ég lokaður og læstur inn á deildinni. Og ég spyr mig af hverju við geðsjúklingarnir læstir inn á geðdeildum, af hverju ekki bara opið eins og í hjartadeildinni? Hvað heldurðu? Hver heldurðu sé ástæðan? Sko, geðlæknar vilja beita þessu úrræði sjálfræðissvipting og neyða sjúklingarna til þess að læknast. Og ég er ekkert alveg viss á því, samkvæmt minni reynslu eins að þekking kunnátt og getu og allt öllu því, að þá er ég ekki svo viss að þetta sé rétta leiðin. Ég er búin að skila mér, ég er búin að vera að vinna mikið sérstaklega síðustu 21 árin með hippokratesku geðteymi. Það er náttúrulega læknirinn, það er lyfjalæknirinn og hjúkrunarfræðingurinn, það er sjúkraliðinn, iðjuþjálfinn og svo er alltaf leini geðlögreglumenn. Það er félagsfræðingurinn og geðlögfræðingurinn. Ég er búin að kynna mér það eftir hverja einustu innlegg, þá er rétt á lögfræðingi. Og ég hef verið inni á geðdeildum og ekki bara verið lögin brotin á mér af hippokratesku teymunum, heldur á sjúklingunum líka. Og nú er ég bara komin til sjálfsmíns aftur og ég hef búin að vera mikið að reyna í áraraðir að finna sjálfa mig aftur og ég gat það loksins. Og það sem var að mér, það var sjálfsmórs þráhyggju áráttu röskuna geðveiki. En þeir, ég er búin að lækna það, en það sem að gera mig geðveika eru sálfarir. Hvað er það, sálfarir? Þá fer sálin upp úr líkamannum. Og Þá sérðu þá utanfrá? Já, fyrst þegar ég fer í sálfarir, þá fer ég úr líkamannum og er upp í loftinu heima hjá mér í herberginu og horfa sjálf mig í rúminu. Og það sannar fyrir mig að það er til líf eftir jarðneska líkama. En er þetta ekki þá bara andleg reynsla? Er þetta nokkuð geðveiki? Þetta er ekki geðveiki, þetta er andleg reynsla. En ég var fyrst sjúkdómsgreindur sem paranoid schizophrenic manic depressive og svona geðklofi og ég vil meina það, síðan var þau öllu breytt í geðklofa, en ég er ekki geðklofi. Og ég er ekki paranoid schizophrenic og ég, manja, það er bara vaka og Hvað meinar þú með að þú sett ekki schizophrenic? Meinar þú að það sé ekki algildi lýsing á þér og að þú sett bara venjulegur maður sem vill svo til að er með schizophreniu? Áttu við það eða áttu við að þú bara sett einfaldlega ekki með þennan sjúkdóm? Ég vil meina það ég er einfaldlega ekki með þennan sjúkdóm. Og ég vil meina það að það hefði nú alveg mátt ég vissi ekki hvernig ég átt að fara að því skilur og má segja að ég hafi lent í slysi og það endaði ég réðst á stelpu, ég vissi ekkert hvað ég átt að gera, ég kunni ekki að fara til læknis og vissi ekki hvert ég átt að fara á, þetta var bara hróp og kall að hjálp og svo koma lögregluþjónar að handtaka mig, ég býð bara eftir því og þeir gera ólöglega handtöku. Þetta endar upp á hverfi og þar er lamin af lögregluþjónum í fangaklefanum. En ef þú ert að skaða stúlkuna þá getur það alltaf verið ólögleg handtaka?
Það verður að taka þann mann. Sko ég fer í síðumálafangilsi og þar fæ ég lögfræðing og ef ég hefði verið sakhæfur þá hefði ég verið áfram í fangilsinu og hlotið dóm. En ég enda á Kleppi. Og það var alltaf eitthvað svona lögregluríki en sko ég var í fíknin og eiturlyfjum sem ungur maður og þeir koma 7 fíknin og lögreglumenn heim og brjóta með lögin. Hvað þarf 7 menn? Akkur kom ekki bara 2 og töluðu mig til og svo stjúpið látin taka þátt í þessu sko. Þetta verður svo rosalega vekjandi og þrungið sko. Þetta er þess að þeirra verið að handtaka þig, þeirra verið að lokað inn á geðdeildum að það er svo mikið ofbeldi að það verður eiginlega meira heldur en sjúkdómurinn það er nú margir sem upplifa það. Ég var eins og á Kleppi og þá hafði ég líka þessa tilfinningu að það að vera lokaður inn á deild væri eiginlega stærra atriði heldur en sjúkdómurinn það veri meiri vandi hjá sjúklingunum heldur en sjúkdómurinn. Já, sko, ég skoða þetta mikið, sko, ég nefni brot, sko, einu sinni var frú Gwendolyn geðhjúkrun og kona mín, hún sko, geðlæknar voru alveg búin að á henni með traust mitt og svo, var ég að fara hvort ég var að fara frá deild eða fara út að reykja og þá, leiður hún mér að heyra hvað stimpilklukkun og þá kemur, eina aumingi. Hvað er það? Þau bara segja ég var aumingi. Þetta er náttúrulega bara rangindi og hreint og klárt mannréttinda brot. Lögmenn. Já, það er nú oft kastað í mann einhverju skít og skömm, þannig að það er kannski ekki. Ég meina það er algjör óþarfa að vera nálgast geðsjúkling sem er búin að sko fara inn að trúa og treysta á geðlækna og annað og svo kemur það í ljós á stimpilklukkunni að þá er ég bara kallaðar einar aumingi og þú veist hvað var ég með einhverju aumingjaveiki sko. Ég er það ekki sko. Þannig að það er líka vannvirðing. Það er óþarfa ofbeldi og vannvirðing. Þegar maður er haldinn geðsjúkdómi sem þú reyndir efast að þú sitt haldinn. Já, ég vil meina það að á 32 árum allt í allt að þá sé lækningin bara komin. Þið finnst þú verið í góðu standi? Já, aldrei betri. Sko ég er búinn að skoða alla geðsjúkdóma og sko maður hefur svo mikla reynslu innsæi og þekking kunnáttu á geðdeildum sko. Og En Einar, þú til dæmis klæðir þig á sérstaka máta með hatt og svo tóttur með þetta mikla skegg og þannig að þú ert ekki svona falla í hópinn. Ég náttúrulega sker mjög úr, ég er ekki að kvarta því, ég er bara að benda á að þeir sem að gera það, sem að falla ekki inn í hópina, þeir fá oft svona einhverja hrakyrðingar á eftir sér og eru uppnefndir eða taldi vera skrýtnir eða þeir svona ekki mannfélagi getur verið grimmt og goggaði þann sem er öðruvísi. Það getur verið rosalega grimmt en ég getur verið grimmur sjálfur, skilur bara á móti. Ég en loksins búin að fá vitið mitt aftur til þess að vita og vernda það sko og halda ég láta ekki stela vitinu frá mér og allt það skilur og sko ég vil meina ég vil meina það ég sé komið fyllt vit sko aftur veit vit minn aftur, veit hvernig ég á svara fyrir mig eða svara ekki sko. Það finnst þér að samfélagið eða mannfélagið eða hvað kallar það að það viðurkenni það ekki að þú sért með viti búin að finna vitið þetta aftur. Það er komið sko. Þannig að þú færið virðingu og þú færið. Það er gott að vera. Sko það er náttúrulega kristast allt á sjálfsvirðingunni sko. Virðir maður sjálfan sig þá virðir maður líka aðra og þá náttúrulega fær maður það gagnkvæmt tilbaka sem maður leggur í samfélagið. Skilur þau? Já. En þú býrð ekki eitthvað staðar á Hverfisgötunni eitthvað? Ég hitti alltaf á Hverfisgötu að Laugavegi. Já, ég var heiðraður og settur inn í fyrstu sambýlisblokk fjölbýlishús á Íslandi á Bjarnaborg. Flutti það upp í Skúlatún, Brítatún og bara fer mjög vel mig sko. Það er náttúrulega heilbrigðisréttindi mín, það er félagsréttindi mín, það er veraldlegur minn skiluru og ég hef sko það sem að gerðist hvað var það 2002 gerðist það þá
var hún frú Artrúð Karlsdóttir á Sögu, hún sko aðgangurinn aðeins og það var kona út í porti þar sem ég var að leigja sem legði upp á móðu mín og hún var í hóra að selja sig hana. Svo þegar ég fer inn í íbúðina auðvitað átti ég bara að fara og banka og sjá hvort það verið móðu mín, en ég trúi ekki upp á móðu mín og sé að selja sig, skilurðu. Við erum bara stórvirkt fólk og gerum ekki svoleiðis og höfum okkur ekki svoleiðis. En hún misnotaði dagskrárgerðarvald mitt. Nú er ég búin að vera dagskrármaður alveg í 34 ár. Það þú búin að vera? Já. Það varst það fyrir... Sko ég byrjaði 17 ára sem með útvarpsþætti, skilurðu. Tók alla dagþætti, kvöldþætti, næturvaktir og allt það. Og hún misnotaði dagskrárgerðarvaldið sitt og fær mig til þess að kveikja í íbúðinni og Fær þið til að kveiki í íbúðinni? Já, en ég verð náttúrulega að taka ábyrgð á því að ég kveikti sjálfur í, skilurðu. En ég hefði aldrei kveikt í ef hún hefði ekki sagt mér það svo, skilurðu. Ég féll bara í gildru þannig. Var hún að segja í útvarpisögu? Já. Eitthvað skilabót til þín þar sem þú varst í íbúðinni og þú kveiktir í íbúðinni? Já. Þetta hljómar nú... Svona réttur að svara fyrir móðið sína, en sko þarna var ég bara brendur út á götu, skilurðu. Já, en Einar, þetta hljómar svolítið eins og skitsofrenía sem að maður er að hlusta útvarpið og finnst útvarpið verið að tala til sín persónulega. Nei, nú er ég dagskrárgerðarmaður sjálfur, skilurðu, og ég báði megin við, skilurðu. Maður náttúrulega verður að vera ábyrgur orða sína í fjölmiðlum og maður á ekki að láta misnota dagskrárgerðarvald sitt til þess að níðast og koma einhver höggi á einhver andstæðingi. Það getur alltaf búið ábyrgð á því hvernig einhver túlkar það sem að maður er að segja þannig að hann kveikir í húsinu sínu. Já, en hefur hann ekki bara mátt sleppa í að segja þetta? Ég held að henni hafi verið alveg ómögulegt að sjá fyrir hvað geti gerst. Já, þú veist, sko, ég var að leigja henni sína og stakkaði með röddina á brýndan sem ég var alveg fullan tjáningarétt á. Og þá var ég henni að gera það útburði. Þá var mér hent út, skilur, og þá brotið á mig heilbrigðisrétturinn, félagsrétturinn, skilur, veraldarrétturinn, til griðhelga og friðhelga, bæði líkamann, skilur, og alveg heimilisins. Við erum all griðhelga og friðhelg, bæði líkamar og þessi 21 element sem er inn í líkamannum og sem er lifið okkar og alveg með lögheimilið, skilur. Þetta er griðhelgjur og friðhelgi staðir og öryggi, skilur. Þetta maður þarf að eiga öryggi. Hvað á að gera við mann sem að kveikir í herbygginu sínu? Sko, ég hef nú, þegar lögmaðurinn minn kom, þá hef ég nú viljað að hann hefði yfirreiknin betur, skiluru, og fara bara yfir þetta og rætt þetta. Og mér finnst ég að lögkröfur rétt á hann Artrúð Karlsdóttir fyrir þetta. Og sko, já. Og svo er líka annað sem ég hef verið, sko, ég er búin að vera að upplifa mannréttindabrot á hverjum degi áratugi og ég hef farið á lögreglustöðina, þeir hafa aldrei viljað leyfa mér að leggja inn ákæru. Ég hef aldrei fengið að kæra. Fólk hefur notfært sér og nýtt sér þetta og vita það, skilur. Nýtt sér hvað? Ég fæ ekki að ákæra hjá... Þú náttúrulega ekki, það er saksóknari sem ákærir en þú getur kært sem borgari. Já, ég er að tala um það, sko. Að ég fá að koma inn sem borgari og ákæra. En af hverju ferðu það ekki? Ég veit það ekki. Og hvernig ætlar að kæra? Nú, þann sem að brýtur á mig glæp. Já, eins og hver? Fremur afbrot og misskilur á mér. Já, eins og hver? Sko, það er stundum nágranna, skiluru. Stundum er það bara fólk út á götu, skiluru. Og þegar að þetta er orðið svona alvarlegt að þá verður maður náttúrulega að fá, sko, lögrétt sem til þess að ákæra. Og einhvers stað verður þetta að stoppa, skiluru. Það var bara heilbrigð leið þetta fari til saksóknara og lögmenns. En getur ekki verið að sé hluti af sjúkdómnum að þú upplifir einhverja ógn af nágrannum þínum eða það sem Artrúð segir? Nei, það hefur ekkert með sjúkdóminn að gera. Nú vil ég meina að það er svona læknaður, skilur. Já, en þegar að það hefur verið, þú hefur verið með þennan sjúkdóm á undanförnum 30 árum, eða ert að segja að þú hafi bara aldrei verið með hann? Ég er að segja að ég hef aldrei verið með hann, alltaf rangar sjúkdómsgreiningar. Þú veist, þessi ósvanna geðklofi, sko, paranoid, ég hlusta á lag með Ozzy Osbourne og Black Sabbath og það læknaði þessa paranoid. Þessi paranoid mín er svo ósvannakendir að það var bara einhver ímyndaður óvinnur sem er ekki til. Sem varst með? Já, þannig var það. Þú veist, ásarhettur, skeldur, óttaðist, skiluru. Og það getur leitt til hérna fötlunar og lömunar, skiluru.
Og ég, sko, fyrst þegar ég byrjaði, sko, þá vissi ég að það var eitthvað, ég vissi ekki hvað það var. Ég tók ákvörðum að 10 ára gamall að vera Nóbelsrithöfundur. 17 ára byrjaði að sinna því fyrir 34 ára síðan og voru Borgarbókasafn og byrjaði að lesa. Og svo hef ég verið að rita og skrifa og skálda og ég er búinn að finna minn stíl sem ég veit alveg ég fæði þessu verðlaun. Og sko, hvar voru við? Já, við vorum að tala þú veist að tala að þú hefur ungur ákveðið 10 ára gamall að vinna Nóbelsverðlaunin í bókmyndum og byrjaði 17 ára að lesa og þú væri búinn að finna þína eigin rödd og væri sannfærður að þú mundir fá þessi verðlaun. Já. Ertu búinn að skrifa mikið? Ég er búinn að skrifa rosalega mikið. Ég tók 25 ára lestur og skrifaði svo ritgerðir í 5 ára eftir það. Já. Þannig að það voru 30 ára og svo þurfti ég að hvíla með aðeins, skilurðu. Og sko, það kom mér þreyta en ég á 30 ára skáldamæli núna. Og ég þarf náttúrulega að taka upp pennan einn daginn og klára þessar ritgerðir og verðrita þær. Ég er mjög með pólitískar ádeilur og já, alls konar. Og hefurðu birt eitthvað af þessum skrifum? Ég hef látið prenta bækur eftir mig, já. Svo, þú ert með húsnæði, ágætishúsnæði, og þú leggur þig sjálfur inn á geðdeildir stundum. Það er langt síðan að vera sviptur eða ekki? Jú, mjög langt síðan og það kann ég mjög vel að meta, sko. Að geta farið og leitað inn á geðdeildir? Já, og til geðlækna og annað, sko. Þannig að finnst þér að það sé vel tekið á móti þér, að þér sé vel sinnt í samfélaginu? Þú ert með húsnæði, þú farið heilbrigðisþjónustu. Já. Þú er yfirleitt glaður þegar ég hitti þig. Já. Já, það er bara þannig. Já, hvað björnsinn og ræð. Já. En svona félagslega lífið þitt, ertu sterkt félagslega tengdur? Já, það er ég, sko. Stundum er fólk sem er inn á geðdeildum og á við gæran að vanda stríða, það lendir í vandræðum með svona samskipti við fjölskylduna, getur verið erfiðleikar? Já, það er bara mjög góð samskipti innan stórfjölskylduna hjá mér í dag, sko. Já, til hamingju með það? Já. Og sko, lífið snýst bara að heiðra foreldra sína, sko, sjálfa sig. Og eins og ég sagði, pabbi og mamma afi og amma stofnuðu RÍN 1944. Já. Ég er að fara að hljóðrita núna í nóvember dægurlag. Já. Ég gerði það fyrir 4 árum síðan og það var 46 mínútur langt dægurlag og 46 mínútur? 46 mínútur, ég breytti dægurlaginu. Kom mér í The Beatles and the Stones og það var náttúrulega snilling til þess að komast inn í þessar hljómsveitir og það er eitthvað sem ég á eftir að klára og það er eitthvað sem ég er búinn að vera að skoða mikið vegna þess að sko ég er búinn að fletta því upp að til dæmis Madonna á einhvern 40-50 árum er búinn að egna 60 milljarða og ég vil líka og íslenski söngvarar og tónlistamenn vil líka sko við þurfum að fá rétt production og distribution og retail selling og þetta er svo mikil peningar í þessu hún Madonna á 6 sinnum meira heldur en öll þjóðin gat í útrásinni miklu og finnst ég komin inn á það alltaf að biðja Íslensk verslunarlíf ásökunar á orðum mínum í byltinguna þegar ég sagði að þetta hirta á bara hana á Austurvelli en ég tek það tilbaka. Já, og þetta ekki hlindur líkamlegum refsingum fyrir ógráða? Nei, og ekki bara líkamlega ofbeldi, það vil ég ekki. Ég er með nokkra lífsreglur. Sko, er það lifrétt, er það griðrétt, er það friðrétt, er það réttlætisrétt, er það sanngjarnt rétt, er það sanngirnir, skilurðu, er það frelsisrétt og er það lögrétt, lögirrétt. Og eftir þessum 7 meðinhugtökum og lögum, sko, þá er ég byrjar að lifa. En segðu mér eitt, Einar, því að þú fyrir einhverju síðan best að stinga upp á því að ég taki við þig viðtal. Já. Af hverju er það? Viltu verða svona heyrður og séður meira? Já. Sko, gamli dagskrárgerðarmaðurinn minn, hann bara kallar á útvarpsviðtal. Ég er búinn að vera að hlusta á útvarpið síðustu árin og það kemur stundum að sko, ég heyri alveg hvað í öðrum dagskrármaðurinn sem dagskrármaður sjálfur.
og veit að stundum verið að tala mig og heyri það alveg. En það hefur vantað upp að ég mæti sjálfur í viðtölum. Það hefur verið... Það meina að þú sé verið að tala þig, hvernig þá? Bara, ég heyri alveg, greina alveg hvað mitt og hvað annarra, skilurðu. Þú veist, ég veit mununa á rétt og röngu og sannleik og sannlíu. Þetta yfirleitt dæmi sem eiginlega oftast tekið í sambandi við skitsofreníu. Að sá sem með skitsofreníu og hlusta útvarpið, hann upplifir það sem persónuleg skilaboð til sín, á meðan við heyrum bara einhverja almenna dagskrá. Nei, það ekki þannig, sko. Það ekki þannig? Það rétt hjá mér, sko. Þetta alltaf, þú kannast við þetta, ég meina þannig að oft verður tekið sem dæmi. Það ekki þannig í dag. Skilur, ég veit í dag. Ég er búinn að fá vitið mitt aftur til þess að vita og halda ég, skilur, ekki láta stela þig frá mér að ræna eða berja úr mér að nauðga eða einhvers og ég þagði nú ansi lengi, en ég veit núna hvað mitt og hvað ég þarf að svara fyrir sjálfur. Ég, eins og bara allir aðrir menn þarf að svara fyrir mig sjálfur. Og orð fyrir mig sjálfur. Þess vegna ég nú komin hérna. Ég er bara forvitinn að því að þú lýsir þessu þegar þú ert að hlusta á útvarpið að upplifir svona sem verið að tala þig sem að ég upplifi ekki. Það er búið að sjálf að vera að tala mig í útvarpinu. Þannig ég er bara að reyna að skilja hvort það sé hverju munurinn á okkur. Ég heyri eftir því og ég heyri líka eftir í söngurum og tónlistarmönnum þegar að segja einar, skilur. Það er ég er að heyra föður minn og móður, Ingólfur Arnarsson og Hallveig Fróðadóttur og ég er með í listum, kúltúr og menningu iðnaðarins, atvinnumanna, er ég með esjuleika í framtíðinni. Ég er að skrifa Edda kvíða, eins og Snorri Sturluson og Hómer og Virgill og er með goð og gyðjur hann upp á fjall og er að svara Ólympíusarfjallinu og þeim goðum og gyðjum, skilur og þessi leikar eru í listum, kúltúr og menningu. Ég heyri það hjá þeim að þau eru mjög þakklátt fyrir það vegna sem við höfum aldrei átt svoleiðis áður. Og þetta er eitthvað sem ég ætla bara að skilja eftir mig, þú veist, í samfélaginu þegar að ég mun andast með ósagnum hætti og láta lífið og deyja og kveðja. Það er mikilvægt í lífinu að hitta eitthvað sem eru svona einhvern veginn svona, ég segi ekki andlegi tvíburar, en svona eitthvað sem maður tengir við og svona. Hefur þú fundið eitthvað svoleiðis í lífinu, eitthvað svona sem að deilir hugmyndu þínum og hugsunum? Sem áttu auðvelt með að tala og tjáði við? Já. Ég á alveg mína trúnaða vini, og ég þurfti að taka mig algjör endurskoðun, bara rannsaka mig og kanna mig að innan. Og það til dægulega sem segir, word don't come easy. En orð kom ekki auðvitað, en það gerir það hjá mér í dag. En það gerði það ekkert hjá Baldum og Feimur. Það meina Supremes, you can't hurry love, you just have to wait. Nei, the words don't come easy. Þetta er 8. áratugnum. Og það sem að ég er að pæla í með sönglistina að ég ætla að klára The Beatles og okkur þrjá og okkur þrjá í Rolling Stones og ég er búinn að opna hana hlið og dyr fyrir íslenskan sönglistæðina og ég ætla að gera hljóðrita með þeim, skilurðu, og sjá hvort að ég get ekki náð í þessa gjaldhæðir og svo vill ég hjálpa öðrum að komast til eins sama. Ég er bara orðin heimsfrægur með heimsfrægum, skilurðu, og ég er líka þjóðfrægur og allt það, skilurðu. En er það eftir svona vert að vera frægur? Það fer eftir hvað frægðin er ekki bara. En þú veist, það er það er svo marga skilgreiningar á fræði, En segðu mér eitt, því að við hittust oft þegar ég er að labba heim. Og þú skerði svolítið úr, og með svona sérstakt útlit og svona. Ég er með alskegg og ég get alveg lýst í að maður er að labba og það er bara svona venjulegt fólk, svona, svo kemur þú og stendur út úr. Hvernig sérð þú það, svona, þegar við erum á Hverfiskotinu, þú sérð mann hafið labba framjá sem að allir eru svona, það eru fáir sem að skera sig jafn mikið úr þú. Hvernig sérðu svona líf venjulegs fólks? Það er náttúrulega þessi griðhelga og friðhelga vita sig og vita að maður getur svara fyrir sig og hvað er manns og hvað er manns ekki og svara eða hlusta ekki á ákveðnar raddir og eitthvað svona Það sem að fólk er að segja þegar maður veit sjálfan réttan
þá getur maður náttúrulega haldið áfram að svara fyrir sig. En það þetta heimilisöryggi og það mæt súðstofnun og það næsta stofnun sem skóli og vinna og ég var, þegar ég var 1994 ég á Kleppi sem vistmaður en ég fer í gumli verkamannavinnunum minna í Kirkjugarði Reykjavíkur og ég var bara ekki með lengur þrekið. Ég búinn að vera að vinna í fiski, á sjónum, hellulögn í garðyrkju og svona múrverki líka og svona erfum verkamannavinnum. Og ég ætlaði að fara í garðyrkjuna frá 8 til 16 og það gekk ekki upp, þá fór ég frá 8 til 12. Svo endaði með því að ég bara gat ekki meira. Þannig að þú ert óvinnufær? Ég var orðin líkamlega óvinnufær. En ertu það núna að þú ert óvinnufær eða ekki? Þú ert oft blankur þegar ég hitti þig? Hæ? Þú ert oft blankur þegar ég hitti þig? Já. Eins og fólk er? Já. Það ég er búinn að reikna það til að svona lífeyrisþegar þurfa að fá 600.000 á mánuði. Og Þannig þú ert orðið svona blankur svona 18. og 20. hvers mánaðar? Já, hvenær sem það verður skilur en þetta ekki mikið úr að spila. Og vinnan sem ég að starfa í dag sem söngvar og tónlistarmaður að hún bara allt öðru seldur en verkamannavinna. Það bara aðri kraftar innan líkamans sem þarf að nota Hvernig sérðu svona framtíðina? Ég er bara mjög björt. Bjartsýnn? Já. Mjög björt? Þú er búin að finna sjálfa þig, finna vitið aftur? Já. Það loksins kom. Ég veit í dag hvað var þegar ég byrjaði. Og hvað var það? Ég vissi ekki hvað það var, það var bæði, ég vil meina að ég hafa kannski verið heilabilaður en það var allan að minnið. Ég mundi það ekki, en ég er búinn að vera alveg að rifja upp fyrir mér og horfast í augu í fortímina skiluru, gera upp það sem ég þurfti að gera upp og loka þeim dyrum sem ég vil ekki fara inn aftur og opna aðrar og hlið til framtíðar sem ég að fara. Og þeir eru allir á 82 ára aldri en þessi kallar að komir eiginlega bara í föðustað og ég verða að láta það ganga fyrir og í Bandaríkjunum er búin að vera að vinna í 1 ár með Joe Biden og Kamala Harris og þau vilja byggja gríður og friðarhverfi með mér og ég er búin að vera að lögrétta löglega og hanna þetta gríður og friðarhverfi og ég er búin að kollvarpa stjórnmáluna það á að vera þingin í öllu hverfinu og það á að vera ráðhús líka skilur ég er að færa lýðræði og íbúðalýðræði nær fólkinu og það á að geta En ertu að því eða viltu gera það? Ég er að fara að gera það og þetta er Donald Trump og þú veist, bæði lýðveldis og lýðræðisflokkurinn í Ameríku þau vilja kaupa þessar hugmyndir skilur formenn og varaformenn beggja flokka og stjórnir ráður og nefndir. Og hvernig er því samskipti við þau? Ég er að bréfleis í bréfaskriftum með þeim og hann er að bíða eftir bréfi hjá mér sem ég er að rita og það eru 35 dagar þangað þegar hann fyrir út á Hvíta húsinu og þetta er bara mjög einstakt, það er ekkert allir sem geta þetta og þarna ætla ég bara að bara ná þessu Já Hörðu Einar, bara gangi vel með það Takk og svo heldum við bara að spjallinu áfram þegar við hittust og þegar ég er á leiðinni heim einn daginn Já, kannski kem ég aftur okay. Já, þetta eru lokin á Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka Einari Sigurði og öllum gestum okkar sem hafa hingað komið og Sigurjóni Magnús Egilssyni fyrir að taka hér viðtöl og Oddnýju Eir Ævarsdóttur sömuleiðis. Þakka Pétri Fjellsteð og Laufi Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég líka sérstaklega áhorfendagóður og hlustendur fyrir að breyta þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Ég minni oft á það að þið getur hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna, dreifikerfið með því að segja vinum og vandaminu frá efni sem þið sjáið hér og heyrið sem ykkur finnst áhugavert. Bent á að það má finna það efni á Facebook, á YouTube, öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, á FM
89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu, en það má líka sækja þar útsendingar á spilarann. Spilarinn.is á netinu og svo spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síman. Það eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski, ef þú vill, veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki sjá eitthvað hagið því að bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni sem 24 tíma á sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Samstöðin hefur verið byggð upp af stuðningi, af hluta af áhorfendum og áheyrendum sem hafa lagt okkur lið með því að gerast áskrifendur, það kostar 2.500 krónur á mánuði og með því að fá þær greiðslur frá mörgum hefur okkur tekist hægt og bítandi að styrkja og efla samstöðuna og auðvitað viljum við fara lengra. Það er margt sem við getum gert betur og meira og fjölbreytilegra og alls konar ráðagerðir sem við höfum en við bíðum þolinmóð og róleg eftir því að fleiri bætist í hópinn og gerist áskrifendur. Ef þú flýta þessari þróun þá ættirðu kannski að gerast áskrifandi strax í dag. Þú gerir það með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir 2.500 krónum, þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósið, þið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þannig ef þú ert kannski fyrir löngu búin að átta á því að samstöðun er mikilvægt fyrirbrigði í íslensku samfélagi og henni verður ekki haldið uppi nema með samtakamætti almennings, en þá ættu kannski að kýla á það og gerast áskrifandi núna. En þetta er nóg í bili, Rauðaborð verður í aftur annað kvöld klukkan 8, en þangað til segi ég góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.